Höldu bara á henni. Mér líður bara eins og ég sé í bleiu. Þetta ekkert eðlilega skemmtilegt. Ég veit ekki af hverju ég var svona stressuð. Ok. Halló. Það mjög langt síðan ég tók eitthvað upp. Ég tók ekkert upp í mars af því það var bara ógeðslega mikið að gera í mars. En við fórum síðan til London í byrjun apríl yfir páskana sem var mjög gaman. Heyrðu, síðan tókum við bara ekkert meira upp, en hér Steinar í lestinni á leiðinu upp á hótel. Við vorum að geggja á hóteli, bara mjög miðsvæðis, hétt eitthvað svona Zedwell London eða eitthvað, voða fínt. Steinar dróð mig síðan bara beint á Five Guys sem var basically bara á hótelinu, þannig að það var mega næs, fá hvað við erum cute eitthvað, oh my god. Síðan fórum við bara næsta dag í smá svona túristast dag, fórum á öll þessi svona helstu svæði og Steinar fekk myndir á hjá öllum flottu byggingunum og Steinar vildi síðan líka fá mynd með þessum hesti. Já, næsta dag kom besta vinkona mín Erna til London og hún tók okkur í smá svona skemmtidag, fór með okkur á þetta geðveikt góða bakarí / kaffihús, fór sem með okkur á Camden Market og bara rölti bæinn með okkur og það var bara ógeðslega næs. Og síðan kvöldið fórum við Steinar í leikhús á sýningu sem hét The Mousetrap og þetta víst bara the longest running play in history og við fórum á sýningu númer 30.491 og þetta var bara mjög skemmtilegt leikrit. En síðan var komið að stóra Harry Potter deginu mikla, við fórum á stóra Harry Potter safnið í London þar sem að öll gömlu, propsinn og öll gömlu tækin og tólin og settin og allt og það var bara, ég hef farið áður, Steinar hefur aldrei farið eða hafði aldrei farið og þetta bara, ég hef farið áður og þetta var alveg jafngeggjað og síðast þannig ef þú ert stór Harry Potter nördi þá mæli ég eindrið með því að fara. Já, tók síðan hreinlega aðeins upp, fórum kvöldið og fengum okkur roast dinner sem var geðveikt. Þetta eitthvað annað gott. Þetta var ógeðslega gott, ég alveg sammálaður Bríet. En síðan var komið að fótboltadeginu mikla, en við fundum þetta bakarí sem heitir Ole og Steen, sem svona danstabakarí í Köpen, mælum mjög mikið með. En já, við fórum á fótboltaleik, fórum á Millwall vs Norwich, mjög skemmtilegu leikur. Og síðan kvöldið fórum við á The Devil Wears Prada leikhús og þetta var mjög skemmtilegt, mjög gott leikrit mælum með. Síðan næsta dag vorum við bara eitthvað að labba og fórum á annar leikrit sem hétt The Producers, líka mjög skemmtilegt, mæli líka með því. Daginn eftir það fórum við bara í röltum London, það var sól, mjög næs. Já, við basically bara löbbuðum og enduðum síðan í garðinum, fórum á okkar uppáhaldstað sem hétt Farmer J sem með geggjaðan mat og overall þá var þetta bara yndisleg ferð til London. London miklu dýrari heldur en ég hafði ég bara myndi þannig að það var svona smá sjokk en síðan svona undir lokin þá vorum við farin að finna svona þessa ódýru matsölustæði og já, það var bara mjög góð ferð. Já, vorið mætt þannig að við erum búin að vera mjög mikið úti sem mjög gaman, út að hlaupa og út í göngutúra svolítið mikið undanferðið sem mjög næs. Ég búin að vera að taka garðinn svolítið í gegn sem búið að vera mjög skemmtilegt af því að mér langar að geta nota garðinn svolítið þegar það fer að hlýna. Garðurinn var alveg frekar ógeðslegur, það var alveg mikill arfi hérna. Já, ég keypti eitthvað svona tól á Amazon af því að þessi arfi bara eins og tré, bara ræturnar ná ekkert eðlilega langt niður þannig ég keypti
eitthvað svona tæki sem ég svo sem líka sett mynd af og ég var, þetta er ógeðslega næs, ég bara svona einhvern veginn bara reif arfan upp og sett hann svona allan á einn stað í horninu á garðinum en garðurinn lukkar alveg miklu betur núna sem er voða næs, þannig að þegar það fer að hlýna þá getum við farið að setja úti meira en það er samt svona skrítin punktur á garðinum eða svona skrítin hluti á garðinum, það er svona kassalaga reitur og það er bara mold og þetta er orðið svona semi-klósett fyrir villta ketti í hverfinu okkar sem er ekkert svakalega næs. Það eru svona 3 svartir villtir kettir sem að koma alltaf og eru bara að hanga í garðinum okkar af og til og ég held að ég noti þetta svolítið sem klósettið sitt sem er ekkert svakalega næs, þannig ég er búin að vera að reyna að googla hvað ég get gert til þess að já, bara fæla það á burt. Síðan erum við líka að reynda með þannig að herbergið okkar, basically þá er aðgangur að garðinum í gegnum svefnherbergið okkar og rúmið okkar er hér og maður fer út í garðin hérna, þannig að þetta er hurð og þetta er glugginn basically. Þetta er hurð út í garð og þetta er líka gluggi í herberginu og það er, það eru svo mikið af pöddum hérna. Ég hata pöddur og ég vil sérstaklega þegar það fer að hlýna þá vil ég geta sofið með gluggan opinn bara fyrir smá loftflæði þegar það verður alveg frekar þungt loft í henni. En ég vil líka að allar pöddunar koma inn, þannig að verkefni dagsins, sérstaklega næstu dagar eiga að vera mjög hlýir þannig að ég vil geta haft opið. En ég vil líka að pöddunar koma inn því þær eru líka allar að lifna við af því að það fer hlýnandi loftslaga, hvað maður segir. Þannig ég keypti svona net, svona örþunnt net. Það kemst ennþá alveg loft í gegn en pöddunar komast ekki í gegn. Og síðan keypti ég svona franska rennilás með svona lím. Þannig að planið mitt er að, oh my god, planið er að líma meðfram hurðinni og setja netið á. Þannig ég geti haft opið en pöddunar komast ekki inn en loftið kemst inn. Og síðan þegar ég vill fara út í garð þá er það náttúrulega bara fransk rennilás þannig ég get bara dregið netið frá og farið út og lokað. Meikar það sens? Þetta meikar sens í hausnum mínum og ég er mjög mikið að vona að þetta muni virka. Ég get svo sem sýnt núna. Þannig planið er, og ég opna hérna, þá sjáu þið að þetta er aðgangur að garðinum. En planið er að líma frönsku rennilásuna hér, þá alla leið þarna líka og bara allan hringinn. Og síðan setja netið á, þannig að netið er þá, hello, oh my god, afsakið, netið er þá að utan og liggur alveg bara flatt í staðinn fyrir að við reynum að setja þetta einhvern veginn yfir hurðina og síðan þegar við opnum hurðina svona þá myndum við þurfa að gera ráð fyrir það eða gera ráð fyrir því og gera no net þannig að þetta færi það einhvern veginn, já ég veit það ekki. Ok, ég er svona að reyna að balansa símann minn. Það er líka næst að geta bara að opna hurðina svona án þess að hugsa, oh my god, það eru alla pöddur í heiminum að fara að fljúga hingað inn eða skríða hingað inn. Ég veit ekki hvernig ég að fara þessu. Gera bara svona. Ég er ekki nóg stór. Nice. Ok, bara drulla. Þetta er bara drulla. Ég er síðan farin að æfa mig í dönskunni minni af því að planið okkar er mjög opið. En okkur langar alveg lúmst að flytja til Danmerkur eða Svíþjóðar á næsta ári þegar ég er útskrifuð. Og þá ágætt að kunna smá dönsku, þannig að maður geti sagt, í umsóknunum tala smá dönsku. Ég snakker lidt dansk.
Mér finnst ég bara nú vera frekar, ég snackar flottensk. Já. Oj, það dauð kónguló hérna. Þetta ógeðslegt. Oj. Disgusting. Oj, þetta ógeðslegt. Það ekkert eðlilega stykki, það verður vesen að ná þessu af. Seinni tíma vandamál. Þetta á fluga. Oj, sko. Ég held að þetta væri eitthvað bara dautt. Bara, oj, en það er eitthvað lifandi þarna bakvið, sko. Gauð, ég ryksugaði þetta upp með hjálp frá Steinari. Það var ógeðsleg kónguló þarna bakvið. Ég elska að búa í útlöndum en þegar maður dílar við eitthvað svona stöf þá hata ég það. Ég er bara með ryksugan í gangi af því ég vil bara passa að þessi kónguló sé dauð. Oj. Woo! Bug free in 23. Bug free in 26. Svo getur maður bara... Kemst ekkert þarna. Það er ekkert að fara í gegn. Nema vindur. En samt finnur maður, já, the breeze. The breeze. Og síðan er þetta bara rennilás. Fransk rennilás. Þannig að ég er ekki búin að prófa það. En maður ætti þá að geta bara rifið þetta frá og farið út. Síðan getum við bara haft þetta lokað. All good. Já, við finnum út í því. Sko. Hey, it's closed, skilur, það kemst enginn inn. Já. Og síðan ef þú opnar. Geðveikt. Já. Og síðan getur maður bara haft þetta svona opið. Og þá eru enga pöttur að koma í gegn. En við fáum samt loft. Ferskt loft. Woohoo! Woohoo! Nú erum við að klára í gymminu. Og við ætlum heim að borða. Síðan ætla Steinar á bókasafni að læra. Og ég ætla að vera heima að læra. Góðan daginn. Það er miðvikudagur 20. og 2. apríl. Og við vorum að byrja daginn á því að sækja borð og stóla fyrir garðinn. Sem er spennó af því þá líka að vera mjög gott veður í dag. Þannig að fínt að geta kannski lært úti eða sest út í kvöld og fengið sér vatn eða eitthvað. Já. Cool. Ég er að fara út að hlaupa. Wow, fit jack. Og síðan kem ég heim og ætla að læra út í garði á nýju húsgögnunum okkar sem að ég veit ekki, ég held ég sé ekki búin að sýna, þannig að þið sjáu það bara eftir. Ég var að klára hlaupið mitt og bara að labba restina af spölunum heim. Alltaf maður segja þetta svona. Steinar er á bókasafninu að læra, hann er fyrir að loka próf eftir 2 daga, þannig að hann er bara full að læra. Ég ætla að fara út í garð að læra og síðan ætla ég, er ég að fara í skólann eftir. Og síðan ætlum við Steinar að hittast upp í skólanum mínum, af því hann er upp í skólanum mínum að læra. Ætlum að hittast þar eftir tíma minn, labba heim og elda ekkert kvöldmat og kannski kaupa eitthvað eftir þetta leiðina heim því að við eigum 4 ára sambandsafmæli í dag. Sko okkur. Þannig að svona aðeins að við erum í svona hollustu átaki. Við ætlum samt að leyfa okkur aðeins að, kaupa eitthvað
smá svona til að halda upp á. En ekkert eitthvað heila köku, skilur, kannski bara súkkulaðibita köku á manni eða ekki. Eða ekki, kemur í ljós hvað við finnum í búðinni. En maður þarf nú að halda upp á svona hluti. Jafnvel þó það sé bara aðeins, finnst mér allavega. Ég ætla aðeins að setjast út í garð. Mér langar að sýna ykkur hérna hvað það virkar vel. Þannig við getum bara haft opið en það er samt net fyrir þannig að ekkert kemst inn. Og síðan getum við bara, dregið frá fransku rennilásuna og hoppað út. Og síðan er þetta stólarnir þarna sem við keyptum í dag. Eða fórum að sækja í morgun. Voða hyggulegt. Svolítið svona smá arfi eftir en þetta er samt miklu betra heldur en þetta var. Ég þarf að fara í skóla núna þannig að ég er komin inn, búin að klæða mig og ég ætla að stoppa við í búðinni og kaupa blóm fyrir kallinn, tilefni dagsins og gefa honum síðan þegar ég sé hann eftir tíma hjá mér. Ég er svo góð kærasta. Fallegt. Göngulabbið, göngutúrinn í skólan er ekkert eðlilega fallegur. Oh my god, hvað segir maður? Þú veist að sjá hvað þetta er fallegt allt. Og síðan eru fuglarnir bara eitthvað syngjandi og líka þegar það er ógeðslega gott veður þá sitja nemendur upp á þessum vegg hérna sem ég persónulega myndi aldrei gera. En það er bara þegar ég er lofthrædd, en þú veist, já, þetta er hátt uppi, sko. Er svona hjóla, bílastæðin. Hérna legg ég alltaf hjólinu mínu og síðan er ég bara mætt upp í skóla og það er þægilegt. Hann sótti mig á bókasafnið. Nei, þú fórst... Hvað er ég að segja? I'm so tired. Ég sótti þig. Þú sótti mig í skólan. Og núna erum við alltaf heim. Við erum að taka smá detour. Og ég var hérna með. Smá detour. Og erum að sækja fataslá. Og kannski kikið í búðina að kaupa pulsur. Við erum Steinar eitthvað að krefja pulsu. Grilla íslenska pullu. Já, við erum ekki að fá það hér, sko. Menna bara sólin er komin út. Þá getur maður bara að grilla. True. Þá þurfum við að eigum ekki grill. Nei, það er næstu kaup. Já, það er grill. Það er grill. Það eru grill, mörg grill. Við ætlum að kaupa mörg grill. Þannig já, það er best plan fyrir maður. Catch you at home, hey. Catch you outside. Nei, hvernig var það? Kiss me outside, how about it? Yeah, that one. How about it? Catch me outside, man. Alrighty. Við erum að velja einhvers konar pulsur og Steinar er að nota chat til þess að hjálpa sér finna það sem er mest nálægt íslenskum vínapulsum. Já, sem eru örugglega... Eiga að vera þessar, en það lúkka bara ekki vel. Þetta lúkar bara eins og þetta var gert bara fyrir einhverjum 5 árum síðan. Já. Upp þarna. Ég held að þetta allt sé svona bratwurst types. Síðan erum við með hot dog. Hot dog sem við endum örugglega að kaupa. Síðan er til hellingar hér líka. Ég veit ekki alveg hvað við endum að kaupa. Mjög fallegt, svaka stemming þarna í stúkunni. Veit ekki alveg hvað það er. En við erum búin að sækja fataslána mína og við erum bara að labba heim. Höldum bara á henni. Svona er þetta þegar maður er bíllaus. Maður bara labbar út um allt. Eða hjólar út um allt. Kaupir hluti bara mörgum sinnum á dag og sækir það. Já, Það við. það er the way to go.
Það er alltaf gett fín. Já, ég veit ekki. Má ég sjá. Eitthvað í gangi hérna. En gaman. Við glemdum síðan að sýna hvað pulsur við keyptum. Og þetta lúkar ekki gyrnilega. En þetta er bara voða fínt. Þetta er bara plain hot dogs. Semi, ef maður setur tómatsósu og steiktan, þá er þetta bara eiginlega eins og svínapylsa. Síðan keyptum við eitthvað smoky barbecue kjúklingapulsur. Þær eru góðar. Ég vissi ekki að það væri kjúklingapulsur þegar við keyptum þær, en þetta eru víst kjúklingapulsur. Og þær eru delicious. Þannig, mæli með. Ég held reyndar að þetta fáist ekki á Íslandi, en þið fáið að smakka þetta þegar þið komið í heimsókn. Þetta er mjög gott. Góðan daginn. Góðan daginn. Klukkan er 2:30. Þannig kannski ekki beint góðan daginn, en hæ. Það er 50dagur og ég er ekki búin að taka neitt upp í dag. Af því að ég er bara búin að, það hefði búið að vera mjög þreyttur dagur. Ég svaf ekki mjög vel. Síðan þurfti ég að vakna snemma til þess að fara í skólann í morgun. Kom heim, var ennþá þreytt. Steinar dró mig í ræktina sem var svo sem fínt. Síðan kom ég heim, chillaði smá og er núna bara að læra í sólinni út í garði sem er voðalega næs. Það eru held ég svona 17-18 gráður. Ég er með sólavörn, ekkert eitthvað mikið þannig séð til að sýna, en ég vildi samt bara hoppa hingað inn og tjekka, eða hoppa, oh my god, ég vildi bara koma og segja aðeins, gefa smá update þarna. Ég reyndi að gera kannski mögulega á eftir. Ég var að fá hjólabuxurnar mínar og hjólahjálminn minn. Ég veit ekki hvort ég hef verið búin að taka eitthvað upp, en ég sýni ykkur á eftir, en ég var að kaupa mér svona racerhjól og ætla að fara að vera duglega þróttahjóla. En já, síðan er ég að fara í spinning í kvöld. Já, ég ætla bara að vera hér að læra /tanna þangað til ég fer í spinning. Mig langaði bara að sýna ykkur vininn okkar sem að ég var að tala um daginn. Hérna er einn af þeim og þarna er hinn og þriðji er þá örugglega bara, veit ekki hér allavega. Já, þeir gera ekki neitt so far, skilur, en samt svona lúmstegandi. Þeir eru örugglega komnir til þess að fara á klósettið, skilur. Það væri bara voða fínt að ég myndi ekki gera það meðan ég er hérna úti, af því að ég nenni ekki að sitja í einhverju stanky ass fílu, Ég er komin inn og sagðist ætla að gera smá unboxing með ykkur. Ég held að þetta séu hjólastuttbuxur. Var ég ekki að fara að vera sexy í þessu, ha? Síðan er þetta með svona, þú veist, svona púðum í klofinu til þess að það sé ekki óþægilegt. Geðveikt. Og þetta er með svona vösum hérna á hliðinni sem er geggjað. Þegar maður er að hjóla, getur maður bara að vera með símann hér og ég veit ekki, heyrnartólin hér eða eitthvað. Ánægð með þetta. Síðan var ég að kaupa mér, þetta er hjálmur. Mér langaði alveg í bara góðan hjálm. Það er svo mikilvægt og ég ákvað líka að kaupa aðeins, það er hægt að kaupa hjálma sem eru ekki með eitthvað sem heitir MIPS, M-I-P-S, ég veit ekki hvað það stendur fyrir, en síðan er líka hægt að kaupa hjálma sem eru með það og það er víst miklu betra því það, ef maður dettur, þá passar það betur upp á hausinn og heilann og eitthvað. Ég keypti, ef einhver hefur áhuga, frá merki sem heitir Specialized og típan heitir Align 2.
pretty. Og þetta mix, það er þetta hérna. Og það er þetta gula hérna inni í. Þannig að, ef þú dettur upp á þetta held ég að taka inn í sig, þú veist, allt svona höggið. Cool, very cool. Rear. Wow, er hún flott, maður. Ha. Og já, ég á eftir að laga þetta, en frekar töff, maður. Já, ég finn alveg. Þetta tekur höggið. Og ég á eftir að sýna ykkur hjólið. This is her, my beauty. Ég fann þetta á... Ég held að ég hafi borgað... ég veit að ég borgaði 120 €. Ég er að fara að vera svakalega á þessu. Djöðlar ég flott. Anyway, ég læt ykkur vita hvernig fer með fyrsta hjólatúrin. Tek hann kannski bara helgina. Hver veit? Ég er búin að vera að fresta það að fara út að hjóla á þessu hjóli. Það er ógeðslega erfitt að hjóla á þessu hjóli. Þetta er allt öðruvísi heldur en venjulegt hjól. Ég er búin að vera að fresta að fara út og koma með afsakanir eitthvað. Já, ég er ekki komið með hjálm, ég er ekki komið með hjólabuxur, þannig ég get ekki farið. En nú er engin afsökun. Ég er komið með allt. Þannig að ég þarf bara að fara. Og það er scary. Mér langar ekki að fara ein, en Steinar er ekki into this. Þannig að ég þarf bara að fara. Það er bara markmið helgarinnar. Ég fer á laugardaginn. Ég held að ég hafa gott veður. Ég ætla að fara á laugardaginn eða sunnudaginn. Oh my god. Ég tók ekki sólgleraugun mín út. Það var svolítið skandans. Það er skandal. Hvað er klukkan? 4. Og við erum mætt út í garð. Aðeins að njóta. Steinar var að koma heim úr lokaprófi. Og ég er bara búin að vera heim að læra. Og nú erum við aðeins að njóta í sólinni. Við erum með smá ostaborð. Steinar er að þrífa gólfsettið sitt. Og við erum bara að njóta. Hello. Við vorum að koma úr búðarferð. Fórum í 2 hlið við hlið. Önnur er maturverslun og hin er svona allt múli búð. Og þar fundum við skemmtilega hluti. Þetta bara þessu. Ég fann húða fyrir stólana út í garði. Þannig að nú eru þeir kannski örlítið þægilegri. Þeir eru ekki óþægilegir, en núna eru þeir mjög þægilegir. Og þetta kostaði, ég held að þetta hafi verið samtals á 6 eða 5 €. Síðan keypti ég svona herðatré fyrir fataslána sem ég reyndar ekki búin að sýna hvernig ég stilti henni upp, þannig að ég skal gera það. En ég keypti þetta. Okkur fannst þessar pulsur í fyrradag ógeðslega góðar, þannig að það verður aftur í kvöldmatinn. Og við keyptum einhverjar 2 tegundir. Við keyptum það sem við keyptum síðast, sem er þetta barbecue wurst kip smoky. Síðan keyptum við líka barbecue wurst kip peri peri. Svakalegt. Mjólk. Steinar keypti sér kokk og monsta. Keypti svona dúta, veit ekki hvað þetta heitir, en svona. Keyptum lífrænapoka, þeir eru ódýrust það. Og síðan fann ég þetta er fullkomið, akkurat það sem ég var að leita af. Ég veit ekki hvort það virki, en það kemur í ljós. Cat repellent fyrir garðinn, þannig að blettin út í garði sem að kettirnir fúka í. Þannig ég er mjög spennt að dreifa þessu og sjá hvort það virki. Þetta virkar örugglega ekki, en þetta kostaði 3 €, þannig að ég keypti þetta bara. Þannig að það er geðveikt. Og oh my god,
það fór köttur inn í morgun, ég var út að læra, Steinar er náttúrulega ekki heima. Það var bara einhvern veginn, það kom köttur í garðinn og hann var bara eitthvað að labba Ég bara, já flott, þú mátt bara vera þarna og verður bara ekki kúka og ekki vera alltaf nálægt mér. Og síðan bara hvarf hann, ég eitthvað hann farin, skilur. Og síðan leit ég á hurðina, þá var hann bara inni. Not cool, þannig að ég þarf að passa mig næst. Þetta er bara jakkin minn og þetta er póki. Cool, haul over, við ætlum að fara að elda. Ég reyndar ætlaði að sýna ykkur herðatrið mitt. Fataslána. Sko, ég var með þennan, sem er allt í lagi, hann er fín. En, þetta er allt steinar, by the way. Hérna er mitt, tómt. Þetta er steinar. Anyway, ég var með þennan, sem er allt í góðu, en það bara, ég hengdi, þú veist, út allt á hann og ég sá aldrei almennilega, þú veist, hvað ég átti, þannig ég gleymdi bara því sem ég átti. En núna ætla ég að hengja þetta upp svona, þá sé ég miklu betur, þú veist, hvað ég á og þá mun ég nota það meira. Þannig að, en mér vantaði fleiri herðatré, þannig að þá keypti ég þarna fleiri herðatré. Yeah. Sounds good. Við ætlum að fara að elda á pulsur og horfa á How I Met Your Mother. Steinar keypti líka fyrir mig svona sumargjöf. Falleg blóm í svona hollenskum potti. Ok, sko. Það er laugardagur og hvað er ég að setja ykkur? Ég sagðist að ætla að fara út að hjóla og ég ætla að halda mig við það þrátt fyrir að ég sé mjög stressuð. Ég hef ekki gert neitt svona nýtt í svo langan tíma og þú veist, ég er góð í ræktinni, ég kann að lyfta lóðum, mér líður vel þannig en svona nýtt hjól, það er stressful. En ég er í hjólastulunum. Hversu geggjuð? Þetta er ekkert eðlilega óþægilegt, þessi púðar hérna. Mér líður bara eins og ég sé í bleiu. Ekki næs. En, tjóðlar ég hvít maður. En ég lúkka samt eins og algjör hjólari. Og síðan fer ég í peysu. Svona. Og hjálmurinn. Og síðan skófnir. Þú veist, ertu að segja mér að ég sé ekki hjólari? Because this feels right, you know? Þú veist, ég er geggjuð. Ef þú myndir sjá mig á götunni á hjólinu mínu, þá myndir ekki giska, hún er ekki hjólari. Eða ég held ekki. Eða jú kannski að því ég er ekki hjólaskóm og ég er ekki hjólatreyju. En annars, þá er ég bara frekar töff. Mér finnst það. Þú veist. Not too shabby. En ég er stressuð að fara út og hjóla. Af því að, ég veit ekki af hverju, bara, þetta er eitthvað nýtt sem ég hef ekki gert áður og ég er ekki góð í og þá er væntanlega eðlilegt að ég sé stressuð. Boy, oh boy, oh boy, oh boy. I'm about to leave. Það er hjólið mitt. Woo! I got my moral support. Geggjuð hjól. Hlaupagleraugun. Æfingaskór. Æfingapeysa. Ég er í stuttumaból undir líka ef að mér verður heitt, mér finnst það svona ólíklegt. Sniðugt. Og ég er með í einu eyra því ég vil heyra í kringum mig, en ég væri líka til í svona tónlist. Hjálmurinn er well secured. Alright, let's go. Okay. Hello, smá update. Þetta er ógeðslega gaman. Ég bara er að njóta mín í botn. Það er bara að hjóla. Ég er bara in the middle of nowhere at the moment, eins og kannski sést. Og er bara að hafa svo gaman á hjólinu mínu. Bara hjóla og hlusta tónlist og
Þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt, ég veit ekki okkur ég var svona stressuð. Þetta er ógeðslega gaman. Ég þarf samt að hækka hnakkinn aðeins, hann er svona aðeins of lágur. Þannig að það er svona smá óþægilegt að hjóla, en þetta er samt ógeðslega skemmtilegt. Ég held að ég sé, þetta er bara my cycling era has started. Þetta er ekkert smá fallegt hvar ég er að hjóla. Þið eru að sjá þetta. Ég er ekki alveg komin á þann stað að ég geti hjólað og tekið upp símann saman tíma líka þegar ég er að fara svona hratt þá veit ég ekki alveg hvort ég þorði yfir höfuð. En ég ákvað bara að stoppa til þess að taka hérna smá sýn ykkur hvað þetta er ótrúlega fallegt. Og þetta er allt ógeðslega flatt þannig að maður getur farið ekki að hratt sem er ógeðslega gaman. Það er King's Day í dag sem að þýðir að það er risastór tombola bara í miðborginni. Það er ógeðslega margir bara að selja stöff, losa sig við stöff og hérna, ég er búin að kynna Steinari og þetta er ótrúlega gaman. Það er gott veður og það er bara einhvern veginn allir að njóta í botn og þetta er frídagur í Hollandi og það eru allir í appelsínugulu því að appelsínugulur einkennir þennan dag. Það er litur dagsins. Það er bara verið að halda upp á afmæli kóngsins. Og það er bara hjúts tombóla. Ég hef aldrei séð svona stóra tombóla áður. Þetta er ótrúlega gaman. Það eru svo margir hérna. Wow. Síðan fer þetta bara alla leið þangað upp. Og þessi garður er líka alveg hjúts og síðan verður þetta alveg mikið þangað líka. Fólk er bara, já þetta er bara risastór tombóla. Hversu gaman. Hellingur í boði. Já, svo mikið af fólki og gaman bara. Þetta er held ég bara svona eins og 17. júní fyrir Hollendingum. Já. Ótrúlega gaman. Nema þau fá gott veður. Það er alltaf rigning 17. júní heima. Það er reglan. Því miður þá er Steinar að fara í lokapróf á morgun. Það á eftir að vera svaka partí hérna í kvöld. Já. Huge. Þetta er víst bara stærsti dagur ársins. Það er bara Koningsdag heldur að þetta heiti. Það er bara fárlega mikið af fólki. Ógeðslega mikið af fólki. Ég hef aldrei séð borgina svona fulla. Mjög gaman samt. Mikil stemming. Skil af hverju þetta er svona stór dagur hérna. Þeim svona langt á eftir okkur.